Þetta voru bara rosalega mikilvæg stig náttúrulega hlýtur að standa upp úr. Já, við náttúrulega bara setjum að leika upp sem bara þannig sé eins og allar að leiki við þurfum að vinna, við þurfum að ná stig og mjög mikilvæg leikur, já. Tók ykkur hvað, 10, 11 mínútur, 12 mínútur að svona, þá voru búin að hrista það svona almennilega af ykkur? Já, mér fannst svona, þetta gerist líka mútið Fjölni í síðasta leik, við erum svona lengi á stað sem svo sem ekkert óeðlilegt, við höfum ekkert verið í þeirri stöðu að eiga að vinna einhverja leiki eða vera miklu betra lið eða svona, þannig að við erum að læra inn á það líka og það er svo segir, eftir svona 10, 12, 15 mínútur að þá svona náðum við yfirhöndin í þessu og eftir það var svo sem ekkert aftur. Einhverjir sem þú varst að breyta þarna í upphafið eða? Sem ég hefði viljað breyta? Nei, sem þú breytir? Sem breytti, já, ég tók bara leikli hana, hvað stöðni 3-3 eða eitthvað og sagði nákvæmlega saman og ég sagði í Fjölnisleiknum að við varum að reyna að skora 3-4 mörk í hverja einstu sókn eða hverja einstu hraðhlaupi og varum að flýta okkur alltaf mikið og við þurftum bara þess að róa okkur niður, slaka á og hætta að taka fyrst sénsa, gefa okkur tíma í sókninni, klára vörðin okkar áður en við keyrum upp og þá kemur þetta og það annar leikir gekk eftir. Náttúrulega stór sigur, þið svo sem hættið aldrei en já, það fer náttúrulega bara markaskorinn fyrir að telja líka. Svona fyrir þessi lið sem eru halda sér í topp 8? Sko, ég hugsa sem að Hilda markatalan telli nú, það verður allavega að gerast tímislegt til þess að hún telli en einhver sveigurinn gæti talið sko. En við náttúrulega bara mætum tilbúinir í einu leik sem þótt við höfum byrjað illa sem Hild af því að við vinnum bara káa með einu fyrir norðan þannig að þessi stór sigurinn kemur þannig sér óvart mér að spila alveg einstaklega vel. Við erum náttúrulega í 8. sætinu, það er náttúrulega það sæti sem þið hafa verið að horfa á í upphafi móts. Hefur viljað vera ofan með liðið? Já, ég hef viljað vera í fyrsta sæti en ég tel bara í rauninni styrkleika liðsins verða þannig að við erum svona 8. og 7. sæti. Það sem að gerist náttúrulega bara í síðasta sumar og í haust er að liðin bara fyrir ofan okkur sinni fyrra þau eru bara miklu sterkar. Ég meina þú getur tekið liðin svo Selfoss sem er núna komið með 2 allandsliðsmenn, 2 útlendinga. Þú veist, þetta er liðið næsta sæti fyrir ofan okkur. Ég meina, við erum bara í hörku baráttu og okkar markmið fyrir þetta tímabil var einfaldlega það. Reyna að gera jafnvel og í fyrra, þótt að tímabilið fyrra hafi vissulega verið frábært. Við vissum að það er erfitt að ná sama dampi. Það gekk mikið upp fyrir okkur í fyrra og ná þessu 8. sæti og halda okkur í deildinni, það var bara markmið liðsins. Við erum bara í því núna að berja skjössanlega með kjafti og klóm að halda þessu 8. sæti. Við erum miklu baráttu við HK og Fjölni og við þurfum bara að mæta einhvern einasta leik og ætla okkur að taka 2 stig ef við ætlum að halda þessu sæti. Og með sigrinum svona náið að festa ykkur aðeins? Já, ég meina við erum með 2 stiga forskot núna á HK en þú veist, það er fullt að leikjum eftir í þessu og mikið sem getur gerst, meðal annars fylgir HK hérna í fylgisvöllunni sem verður vantarlega ef allt spilast eðlilega fyrir HK upp á líf og dauða þótt að við megum kannski mistið okkur 2 svar en það sáleikur verður upp á líf og dauða fyrir HK og það verður hörkuleikur, sjá. Varstu að nota fríi vel? Já, mjög vel og við hefðum mjög vel, lyftum mjög vel og ég er bara gríðarlega ánægður með hvernig liðið kom undan fríinu. Takk fyrir það.